Mosfellingar sem sækja vinnu eða skóla í borginni geta þurft að bíða hátt í 2 klukkustundir í umferðinni á hverjum degi. Samgönguverkfræðingur segir að vegakerfið þoli ekki áframhaldandi þróun á sama hraða. Fjárlagafrumvarpið komið úr nefnd og stefnt að því að afgreiða það helgina. Kílómetragjald á ökutæki verður ekki afgreitt fyrir áramót. Óvíst hvort tilnefning Donalds Trump til dómsmálaráðherra hljóti samþykki Bandaríkjaþings. Fyrrverandi demókrati tilnefndur sem yfirmaður leyniþjónustustofnana. Enn unnið að lagfæringum á veginum Eyrarhlíð milli Ísafjarðar og Hnífsdals eftir að stór aurskriða féll yfir veginn. Bílastæði við heimili og vélsmiði við hlíðina fóru á kaf í drullu. Mikið tjón varð í suðvestan hvelli á Akureyri í gær og aldagömul tré rifnuðu upp með rótum. Hitamet fyrir nóvember féll í dag, hitinn fór yfir 23 stig í Öræfum. Gott kvöld. Háskólanemar búsettir í Mosfellsbæ sem nota einkabílinn til og frá skóla eru langlengst í umferðinni eða hátt í 2 klukkustundir á dag. Meðalhraði á hverja 10 kílómetra á háannatíma innan við 35 kílómetrar á klukkustund. Íbúum hefur fjölgað tæp 24.000 á rúmum 5 árum. Á sama tíma hefur bílferðum fjölgað 44.000. Þróun umferðar og ferðatíma á höfuðborgarsvæðinu var ræddur á opnum fundi Vegagerðarinnar í morgun. Ef við erum að miða við að 2 af þessum ferðum sé að fara stoppvegi sem eru ýmsa vegagerðarinnar, þá er það 27.000 auka ferðir á dag á okkar vegakerfi. Umferðin langþyngst á morgnana frá korter í 8 til hálf 9 og ferðatími þeirra sem leggja leið sína í Háskóla Íslands á morgnana skoðaður, til dæmis úr Garðabæ, má sjá að ferðalagið getur tekið 12 mínútur þegar umferðin hvað minnst og upp í alltaf 32 mínútur þegar hún mest, sem klukkan korter yfir 8. Lengsta ferðalagið úr Mosfellsbæ og völlunum í Hafnarfirði, þar sem ferðatíminn getur verið alltaf 41 mínúta. Meðal ferðatími á hæsta korturinn á morgnana 23 mínútur per 10 kílómetra. Staðan svipuð síðdegis. Meðal ferðatími á hverja 10 kílómetra 21 mínúta, en álagstíminn þá yfir lengra tímabil eða frá korter yfir 4 til korter yfir 5. Meðalhraði 33 til 35 kílómetrar á klukkustund. En svo spurning hvort vegakerfið myndi þola samskonar þróun og verið hefur síðustu 5 ár. Já, ég myndi fyrsta lagi vona að það myndi ekki gerast. Ferðum myndi ekki fjölga svona mikið í bíl og við myndum nýta aðri samgöngum á þetta. En nei, ég efast að vegakerfið myndi ná utan það án mikilla breytinga. Kílómetragjald á umferð verður ekki tekið upp áramót eins og til stóð. Meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis telur að breytingarnar séu það umfangsmiklar að það þurfi frekari umræðu og aukið samráð. Frumvarpið var lagt fram til að vega upp á móti tekjutapi ríkisins vegna rafbílavæðingar bílaflota landsmanna og áttu gjöldin að skila 7 milljörðum króna í ríkiskassan á næsta ári. Í staðinn verður fallið frá því að leggja niður bensín- og olíugjöld eins og til stóð. Og Alexander Kristjánsson, fréttamaður, í Alþingishúsinu. Já, Alexander, það náðist samkomulag breytingar á fjárlögum núna seinnipartinn, það ekki? Jú, fjárlagafrumvarpið var afgreitt úr fjárlaganefnd hér fyrir í dag og kemur þá til umræðu þingsins á morgun. Njáll Trausti Friðbertsson, formaður fjárlaganefndar, hvað breytingar voru gerðar á frumvarpinu í meðförum þingsins? Já, nefndarinnar. Það voru náttúrulega breytingar sem komu frá ríkisstjórn á síðustu metrónum og síðan bara nefndin með sína breytingar. En nefndin sem slík ekki að auka á halla í málinu, þannig að stærsta málið og verkefni okkar að viðhalda þessu aðhaldi sem að Seðlabankinn og fleiri hafa sagt að sé nægjanlegt og sé ágætt. Þannig að það hefur verið stóra verkefni okkar og ég held að það bara gengið bara vel. Ég ánægð með það. Nú náttúrulega náðist ekki samstaða kílómetragjaldið, það þýðir tekjutap. Já. Hvernig á að koma til móts við það? Það náttúrulega að koma með og fylla þá í gatið. Nettó þá gat sem myndast upp á 7 milljarða vegna þess. Þannig að það svona það sem að við erum að leggja fram í morgun inn í nefndinni og þetta að koma þá inn á vef Alþingis. Það hugmyndir hvernig að koma til móts við þetta. En eins og ég segi, þá eru ekki breytingar á sem að snúa aðhaldi í gegnum vinnu fjárlaganefndar slíkra. Nú náttúrulega engin starfandi meirihluti á þingi. Hvernig hefur vinnan gengið?
Hún bara gengið ágætlega og ég verð að segja það að þingmenn í fjárlaganefnd hafa verið að taka mjög mjög ábyrgt á málum og fundir til ábyrgðar. Þannig að ég held að það sé almenn sátt við hvernig við tekist og við fáum vonandi góða umræðu á morgun, en auðvitað erum við öll að horfa til þess og það er mikilvægt til miðvikudagsins. Það er peningastefnunefndin að ákveða með stýrivexti og Ætlið að afgreiða fjárlögin fyrir það? Já, það er þess vegna mjög nauðsynlegt við önnur umræða á morgun og svo reiknaðum við að þriðja umræða verði á mánudaginn. Þannig að peningastefnunefnd sem byrjar að funda á mánudag og þriðjudag og kynni svo sína niðurstöður á miðvikudeginum hafi þá fengið fram þessa umræðu hér í þingsal og það sem við erum að vinna með fjárlögin. Þetta er náttúrulega stóra verkinu, stóra planið fyrir okkur öll. Það er að sjá hvernig þessi vaxtastig verður ákveðir sem ég vona svo sannarlega að verði tekið gott skref vegna þess að allar forsendur myndi ég segja væru til staðar fyrir því í dag. Einmitt þá nóg í gangi hér á Alþingi næstu daga en við kveðum héðan úr Alþingishúsinu. Takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. Skriður féllu sitt hvoru megin við heimili og vélsmiðju Haraldar Hákonarsonar á Ísafirði á þriðjudaginn. Skriðan fór yfir bílastæðið og minnstu munaði að bílar þar eyðilegðust. Önnur svona ekki 200 metra hérna megin og hinn svona 50 metra húsið hinum megin. Þið þurftu að hafa hraðar hendur, er það ekki? Já, að færa bíla. Bílastarfsmannina voru í bílastæðum hérna hinum megin. Þau fóru á kafi í drullu. Voru þið eitthvað stressuð með þetta að færa eitthvað lengra? Nei, það var allt í góðu sko. Þetta fer alltaf í sama farvegin. Það er hryggur hérna upp í hlíðinni sem að verið beina flóðunum frá í sikkur áttina. Þannig að það fer á milli innan við þetta hús og utan við þetta hús. Þannig að það verðist allt verið í góðu hérna. Og það koma alltaf öðru hvoru skriður hérna, er það ekki? Jú, ég held sé ekki svona 2-3 ára fresti sem að þetta skiður. Það hafa verið risa stórar þess sem hafa komið hérna utanverðu og yfirleitt bara svona litla spýjur þarna. En þessi var náttúrulega risastór núna sko. Og fór bara yfir svona hrygg sem þarna og breyttist ýmislegt í henni sko. Tók þetta eitthvað á taugarnar? Nei, þetta var bara gaman að horfa á þetta, sjá þetta. Og Greta Sigríður, þú hefur fylgst með starfsfólki Vegagerðarinnar að hreinsa veginn í dag. Hvernig hefur gengið? Þeir eru búin að vera á fullu hér og víðar Vestfirði. Það hafa vegir skemmst víðar eftir skriður. Og svo hefur starfsfólk Ísafjarðarbæjar líka unnið hörðum höndum að því að hreinsa geislunartækin sem að sótthreinsa vatni hjá íbúunum á Flateyri. Flateyringar fengu vatni var hleypt aftur á í gær en þeir hafa þurft að sjóða neysluvatni í dag og þurfa að gera það þangað til á morgun og þetta hefur áhrif á lífið í bænum. Við Jóhannes Jónsson tökumaður komum við á leikskólanum Grænagarði fyrir í dag. Fórum heilan dag án vatns, það var náttúrulega fyllast bara hjá okkur þvottavélar og uppþvottavélar og klósett af alls konar. Þannig að það var eiginlega ekki orðið boðlegt að hafa opið svo daginn eftir. Í samráði við bæina þá bara sagði þeim að við þurftum að hafa lokað. Það er svona erfiðara kannski að vera með handþvott án vatns og ekkert drykkjarvatn og eitthvað svona með þetta ungum börnum. En það var tekið ágætlega í það. Og í dag eru þið komin með fullan þrýsting á vatni en það þarf að sjóða neysluvatni. Hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur alveg gengið sko. Við erum sem blessunlega ekki rosalega mörg, þannig að ég þarf ekki að sjóða vatni í margra lítra tali sko. En þetta hefur sloppið. Nokkrir hraðsugukallar og tankur í frysti eða svona einhvern veginn kælt þetta niður. Þannig að þetta hefur allavega gengið. Verðurðu glöð að fá hreint vatn í kranana aftur? Já, það voru líka allir mjög glaðir að komast í sturtu í morgun. Þetta var orðið svona svolítið tæft. Hvernig var vatni í krönunum þegar þú settir á stað? Það þurfti að renna svolítinn tíma sko. Það var mjög gruggugt og mjög mikið leðja í klósettunum sem ég veit ekki okkur það var mikil munur. Það vatn var mjög svart eiginlega, þannig að það þurfti að sturta nokkrum sinnum mikið. Og nú erum við Jóhannes komin hingað í Bolungarvík. Hér höfðu skriðuföllin líka sín áhrif. Þegar sem mest rigndi þá kom brúnt vatn úr krönunum en það lagaðist blessunarlega þegar að fljótlega stytti upp. Verra var að vegurinn milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar lokaðist og fólk sem að vinni í hinu bæjarfélaginu komst ekki heim til sín. Margir keyra til frá vinnu og komust hvorki lönd né strönd. Og með mér er Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri í Bolungarvík. Hvernig voru viðbrögðin í bænum þegar var ljóst í hvað standi? Já, við tókum svona með stóísku ró og það kom bátur frá Ísafirði og skutlaði fólki á milli og við vorum síðan undirbúin ef einhver innleiksa að redda þeim húsnæði og
kom bara í ljós svona okkar bestu kostir. Við gengum í málið og því var redda sem að þurfti að redda og engin panikk á ferðinni. Það veðrið þegar það lætur svona og náttúran þá þarf að búast við ýmsu og vont að þið með nægilega trausta innviði til að glíma við allt sem þarf að glíma við? Já, þetta nú búin að vera talsvert vesen með vatnið. Hún var búin að það talsvert lengi í vandræði með vatnið í Bolungarvík og enda erum við að ætluðum að taka nýja vatnsveitu í gagnið í desember, þannig að það hefði verið ágætt að fresta þessu veðri fram yfir jól en þetta bara hluti að því að búa í nála við náttúruna og við erum bara ansi flinki því að takast á við náttúruna. Við höfum gert það í 1000 ár og hérna tekur þessu fólk með ró. Ég var ekki var við það í dag að fólk væri hrætt við ástandið eða myndi kvíða næsta tíma og næsta nágrenni og þannig að við erum bara nokkuð bjartsýn á fremtíðina og höldum áfram að takast á við þetta saman og erum bara klári í næsta skell. Sem að þið þurfum að vera vel undirbúin því það gul viðvörun strax aftur á morgun. Já, þetta svona kemur á í bylgjum og það reyndar frost og snjór. Við erum kannski vanar að takast á við frost og snjó á þessu tíma árs heldur en þessa ægilegu rigningu. Já, það strax skára. En við kveðjum hérna úr Bolungarvík. Takk fyrir okkur. Takk fyrir þetta sem leiðis Greta Sigríður. Og veðurhamurinn hefur valdið tjóni víðar og á Akureyri foktjón enn að koma í ljós eftir suðvestan hvellinn sem gekk yfir í fyrrinótt. Í lystigarðinum brotnuðu tré sem hafa staðið af sér veður og vinda í 100 ár. Og þetta var svona suðvestan brjálæðisveður sem að rífur það hérna niður og það á Eyrinni. Það tjón kostaði Náttúruhamfaratryggingar Íslands 153 milljónir króna. Þannig að við viljum beina því til húseiganda á Eyrinni og sérstaklega neðarlega á Eyrinni og það er þá sérstaklega fyrirtækjaeigendur að tryggja sig og tryggja sig vel allt svo fyrir því að það geti lekið inn í húsin. Og við höfum smá ágjör af þessu, þannig að bið bara fólk að gæta að sínu húsnæði. Starfsmenn bæjarins eru þegar farnir að búa sig undir leiðinda veður. Það er verið að búa fráveitum undir, það er verið að búa þá staði sem við vitum eru veiki punktar og það er það helsta sem við erum að gera. Velkomin Hrafn, það var hvessa mikið á morgun og nú þegar búið að fresta öllu millilandaflugi í fyrramálið. Hvenær brestur þetta á? Já, það eru kuldaskil að ganga við landi núna. Það snar kólnar hjá okkur. Búið að vera hvessunanátt með rigningu. En þetta breytist núna snarlega og í fyrramálið þá verður komin vestan hvellur. Klofið alveg niður á rót. Það voru 5 stóru og aldargömul tré af ýmsum tegundum sem ýmist brotnuðu svo illa í rokinu að þau varð að saga niður eða rifnuðu upp með rótum. Þetta er kannski svona 100 til 110 ára, hvað svoleiðis. Stór hluti lystigarðsins er nú lokaður. Mörg tré eru löskuð og getur brotnað á hverri stundu og mikið hreinsunarstarf fyrir höndum. Yfirmaður garðsins segist telja þetta mestu skemmdirnar sem orðið hafi í garðinum á einni nóttu. Þetta er bara mikið áfall. Þetta er bara sorglegt og bara mjög erfitt að horfa upp á þetta. Þessi fallegu gömlu tré. Norrlendingar hafa varla náð andanum milli lægða. Í dag blés aftur nokkuð hressilega en á föstudagskvöld tekur gildi appelsínugul viðvörun. Þá snarkólnar, hitinn verður í kringum frostmark og norðvestan stormur og stórhríð skellur á landinu norðan og austanverðu. Bæjarstjórinn á Akureyri segir spána minna á veður sem varð fyrir 2 árum þegar flæddi inn í hús. Við talum þá svona stormstyrk og kannski rétt rúmlega það og svona kviður upp í 35 hér, suðvestan til. Það verður fara að vestna líka á Snæfellsnesi og Vestfjörðum en síðan þetta eru svona éljahryðjur sem gangi yfir. En þetta færir svo yfir Norður- og Austurlandi smá saman á morgun, eins og við sjáum að viðvaranir taka gildi þar og þetta skánar þá hér suðvestan til á landinu og flugið ætti þá að vera í lagi þá seinnipartinn á morgun. En við sjáum þarna appelsínugular viðvaranir sem taka við þarna á norðausturhorninu þar sem veðrið verður vest og svona mesti veðurhamurinn verður þarna, verður þarna fyrir austan annað kvöld. Einmitt. Bálkvast. Einmitt. En örstuð í lokin að þú segir að kólnar á morgun svo féll hitamet í dag. Já, það er svolítið sérstakt. Þetta eru svona miklar öfgar í veðrinu. Þetta er svona alþekkt að í svona öflugri vestanátt og hlýindum hátt uppi og kemur hlýr vindur niður hlíðarnar undir Öræfajökli og
og rýkur upp þá hitinn þegar á leið sinni niður hlíðarnar. En þetta 25 ára gamalt met, það var í Dalatanga 1999 sem að metið var síðast. Það er bara það. Þú fer betur yfir þetta eftir Rafn og að frétta í veðurfréttum á eftir. Við ætlum út í heim. Donald Trump kynnti í gærkvöld tilnefningar sína til dómsmálaráðherra og yfirmanns leyniþjónustustofnana Bandaríkjanna. Hann vill nýta þinghlé til að flýta fyrir ráðningu þeirra. Matt Gaetz umdeildur jafnt innan sem utan repúblikanaflokksins. Trump kynnti hann í gær sem dómsmálaráðherra efni sitt. Miðað við viðbrögð þingmanna ekki gefið að öldungadeildin samþykki tilnefninguna. Skammt síðan Gaetz var til rannsóknar hjá dómsmálanefnd Bandaríkjaþings. Hann var grunaður kynlífsmansal en rannsóknin leiddi ekki til ákæru. Siðanefnd fulltrúadeildar þingsins var í þann mund að skila af sér rannsóknarskýrslu vegna gruns kynferðisbrot og fíkniefnaneyslu og að hann hafi þegið óviðeigandi gjafir þegar Gaetz sagði af sér þingmennsku í gær. Rannsóknin verður því felld niður. Þá vill Trump að Tulsi Gabbard stýri leyniþjónustustofnunum landsins. Leið hennar til Trumps nokkuð óvenjuleg. Hún var dyggur stuðningsmaður Bernie Sanders í forvali demókrata fyrir forsetakosningar 2016 og bauð sig sjálf fram í forvalinu 2020 en studdi svo framboð Joe Bidens. Hún gekk svo til liðs við kosningateymi Trumps í fyrra. Velkomin Friðjón. Nú Trump búinn að kynna til leiks sína marga ráðherra og samverkamenn komandi. Eitthvað rauður þráður í þessum tilnefningum hans? Svona, ef það má segja einhver rauðan þráð, þá það fólk þarf að vera hollt Trump. Það að segja hollust sá eiginleiki sem að virðist meta mest allra. Já, einmitt. Dómsmálaráðherra valið á Matt Gaetz umdeilt. Af hverju varð hann fyrir valinu? Hann hefur verið mjög öflugur stuðningsmaður Trump, gerði allt vitlaust í fulltrúadeildinni í fyrra og hitt í fyrra. Þannig að og kemur frá Flórida og já, þetta af hverju gerir Trump hluti sem hann gerir? Þú veist, ég get ekki sagt til það nákvæmlega sko, en Gaetz bara val sem alveg í stíl en algjör handsprengja inn í pólitíkinni í DC. Já, og svona rosalega umdeildur. Hann líklega einn umdeildasti þingmaður sem ég man eftir og ég man eftir aðeins. Smá. Já, einmitt. Já. En svo var ljóst í gærkvöldi að repúblikana verða í meirihluta beggja deilda í Bandaríkjaþings. Það hlýtur að gera Trump mun auðveldari en vika að framfylgja helstu stefnumálum sínum, ekki? Jú, en meirihlutin mjög naumur og það líka ágætt að hafa það í huga. Það koma kosningar eftir 2 ár og þá snýst þetta við í öldungadeildinni. Þá þurfa repúblikanar að verja 20 sæti og demókrata 13 og þeir geta sótt, þannig að það getur vel farið svo. Að eftir 2 ár verður demókrata konum með meirihluta í báðum deildum og þá þyngist róðurinn hjá Trump. Þannig að í pólitíkinni í Bandaríkjunum sveiflast alltaf fram og tilbaka. Þannig að við bíðum bara rólega og fylgjumst með. Örstuð til lokin, eigum við eftir að sjá okkur fleiri nöfn. Robert Kennedy hefur til dæmis oft verið nefndur til sögunar. Fyrst að ekki búið að nefna hann, en samt, þú veist, hvað getur maður sagt? Fyrst að ekki búið að nefna hann, þá finnst manni að það frekar ólíklegt, eða ólíklegra, en svo getur hann þetta hent þeirri sprengju. Ég meina, maður bjóst ekki við Gaetz. Það þannig tilnefning að það leikur alltaf reiði skjálfi í Washington og eins og að farið yfir í fréttinni, ég meina, hann sætir siðarannsókn, hann og það einkamál líka hefur verið höfðað gegn honum út af sama máli. Já. Þannig að þetta bara einhver furðulegasta tilnefning til dómsmálaráðherra sem ég hef séð. Láta það vera lokaorðin. Takk fyrir að koma, Friðjón. Mínir ánægð. Fjöldi Palestínumanna og mannúðarsamtaka ósammála því mati Bandaríkjastjórnar að Ísraelar hindri ekki að neyðargögn komist til Gaza. 30 daga frestur Ísraela til umbóta runnin út. Utanríkis- og varnarmálaráðherrar Bandaríkjanna settu Ísraelum skilyrði 13. október að þeir skuli leggja sig betur fram við að tryggja neyðaraðstoð á Gaza. Ef þeir bættu sig ekki, myndu Bandaríkin draga úr hernaðaraðstoð sinni. Currently, we have not made an assessment that they are in violation of US law. That, of course, can change at any time. Þetta þýðir að Bandaríkin skerða ekki hernaðaraðstoð á þessum forsendum að svo komnu. الوضع من سيء لأسوأ، كارث الوضع. وأمريكا من بداية الحرب حتى الآن وهي متماهية جدا مع الموقف الإسرائيلي. قادرة أمريكا تضغط على إسرائيل وتزيد من كمية المساعدات.
إنما أمريكا ما بدهاش تضغط. Formaður palestínskra hjálparsamtaka segir þetta mat Bandaríkjastjórnar ekki koma á óvart. It's really frustrating because by almost every objective metric, all aid agencies say that the humanitarian situation has gone worse in that time frame that the US has specified. Áætlað að 350 flutningabílar með neyðargögn þurfi að komast inn á Gaza dag hvern svo fólk fái lágmarksnauðsynjar til að lifa af. Meðaltalið í október var 37 bílar á dag. Fulltrúar fjölda hjálparsamtaka svo sem Oxfam og norska flóttamannaráðsins hafa sagt Ísraela langt frá því að uppfylla skilyrði Bandaríkjamanna. Þá hefur fjöldi alþjóðastofnana varað við því að hungursneyð vofi yfir á norður Gaza. Viðreisn vill selja hlut ríkisins í Íslandsbanka og Landsbankanum á næsta kjörtímabili til að fjármagna tillögur sínar eflingu heilbrigðiskerfisins. Þetta kemur fram í svörum Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur í forystusætinu sem sýnt verður klukkan 20:10 í kvöld. Viðreisn hefur á stefnu sinni að veita meira fé í bráðaþjónustu, efla heilsugæslu, niðurgreiða sálfræðiþjónustu og fjölga hjúkrunarrýmum svo fátt eitt sé nefnt. Þorgerður Katrín segir að þetta megi fjármagna með hagræðingu í ríkisrekstri og sölu á ríkiseignum. Við munum ná niður bæði skuldum með því að fara í okkar plan sem það meðal annars að selja hluti ríkisins meðal annars í fjármálafyrirtækjunum, lóðir, fasteignir, lönd og svo framvegis. Íslandsbanka og Landsbanka. Já, það er hægt að ná því þannig niður. Við í Viðreisn horfum á það sem fjárfestingu núna að bæta í geðheilbrigðismálin, að slá varnargarð utanum fólkið okkar, ekki síst börnin og ungmennin. Og það er hægt með því að selja báða bankana á næsta kjörtímabili. Já, það er hægt að gera það. Og í kastljósi kvöldsins ræðir Viktoría Hermannsdóttir við Svandísi Svavarsdóttur í formannaspjallinu. Og svo heldur málefna umfjöllun þáttarins áfram. Í þetta sinn verður ljósi varpað á málefnasvið menningar og fjölmiðla. Þá skulum við heyra og sjá hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins. Það er Almar Ormarsson sem tekur nú við. Í Njarðvík fer nú fram heimsmeistaramótið í kraftlyftingu með búnaði þar sem Ísland á 6 keppendur. Í dag var komið að Hjálmari Andrisinni. Ein besta skíðakona allra tíma, Lindsey Vonn, snúin aftur til æfinga. Vonn keppti síðast fyrir rúmum 5 árum og útilokar ekki þátttöku á næstu vetrarólympíuleikum. Og hinn 17 ára Magnús Prostur Jóhannsson ætti nú Íslandsmetið í 100 metra hlaupi. Hefði hann kosið að keppa fyrir Ísland. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Mosfellingar sem sækja vinnu eða skóla í borginni geta þurft að bíða hátt í 2 klukkustundir í umferðinni á hverjum degi. Samgönguverkfræðingur segir að vegakerfið þoli ekki áframhaldandi þróun á sama hraða. Kílómetragjald á ökutæki verður ekki afgreitt fyrir áramót. Formaður fjárlaganefndar segir afar brýnt að afgreiða fjárlög fyrir vaxtaákvörðun Seðlabankans í næstu viku. Óvíst hvort tilnefning Donalds Trump til dómsmálaráðherra hljóti samþykki Bandaríkjaþings. Fyrrverandi demókrati tilnefndur sem yfirmaður leyniþjónustustofnunar. Enn unnið að lagfæringum á veginum Eyjarahlíð milli Ísafjarðar og Hnífsdals eftir að stór aurskriða féll á veginn. Veðrið á að versna í fyrramálið. Bæjarstjóri Bolungarvíkur segir íbúa tilbúna fyrir næsta skell. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá, verið sæl.